Sjáum hvort hún lifi. Heyrðu, af því að ég ætla að velja handahói hvaða, við ætlum kannski opna 2-3 skjöl, 2-3. Þá hérna, bara bjóði til tening hérna, þeir eru 18 í hópnum, þannig við köstum honum bara. Það er tvisturinn. Það er Daniel. Daniel datt í lukkupottin. Hometown. Ok, við skulum skoða þetta saman. Þessu hendan inn bara á 5 mínútum. I was born in a seaside town called Keflavík. Okay. It is surrounded by lava rock and moss, and the weather which mostly consists of rain and wind. The most recognizable landmark is probably the international airport, Flugstöð Leifs Eiríkssonar, or the recently abandoned and then repurposed US military base. The town is also known for its music and especially the rock and roll of the 60s and 70s, which was influenced by the American radio station for the soldiers stationed at Keflavík base. Gott setning. Ok, hérna, það fyrsta sem ég skoða, nú vil ég sýna ykkur bara, ég ætla ekki að fara að vera eitthvað leiðilegu neitt, þú veist, við erum eftir að opna 1-2 viðbót. Fyrsta sem ég skoða er fyrsta setningin og við kíkjum betur á það eftir. Það næsta sem ég skoða er síðasta setningin. Og þetta tvennt er það sem einkennir góðar efnisgreinar. Fyrsta, þessi mús leiðileg, og síðasta setningin. Flottur texti bara og mjög lýsandi á einmitt Keflavík. Einmitt hérna er golfari, þannig ég veit hvernig þetta er sko. Ekkert grín að spila golf þarna í Keflavíkinni. Hörðu, við kostum næst aftur. Það er Ásinn. Var Ása með það? Já, hún var með. Tók ég að búið til 18 teningi, það er bara 1 og 2. Ok. My hometown is Hafnarfjörður. Stutt bara setning í byrjun. It's a cozy little community with a population of 27,000 people. Many of Iceland's most famous musicians are from Hafnarfjörður. For example, Björgvin Halldórsson, which is Iceland's most beloved singer. Að eigin sögn myndi ég segja. Some say elves live there, it's by the harbor. Ok. Mjög lýsandi efnisgrein aftur. Stutt og góð bara byrjunarsetning. Þetta er mitt fyrsta sem ég myndi skoða. Þessi mús er hundleiðileg. Og þetta er það næsta sem ég myndi skoða. Fyrst og síðasta. Sjáðu eitthvað mun á þessari og hinni efnisgreininni. Hvernig það er byrja að enda. Eitthvað svona sem slær ykkur. Fyrsta sem ég tek eftir að það er að báðar samir þessar efnisgreinar er að það eru skrifaðar í fyrstu persónu. Það sem við vorum að kíkja á föstudaginn. Af því ég baði ykkur að skrifa ykkar heimabæ. En þið hefðu náttúrulega getað valið að fara leiðin að skrifa bara, veist, Hafnarfjörður is a town in southwestern Iceland, bara sem þriðju persónu, sem narrator. En bara aftur, mjög flott. Kíkjum á einan. Nú er það háatölu. 9. Hver er þetta eftir lukkupottin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karolína, þú vildi láta opna þína. Já, hún er komin, ég var komin. Og það er þá vantilega, það er Hvolsvöllur hérna. Aftur, hérna er, já, hún er hérna fikt í skjafinu sínu. Þetta er að laga það jafnóðum. Hérna, aftur í fyrstu persónu. Og hérna, það væri kannski gaman að sjá, skrifuðu allir í fyrstu persónu? Ekkert endilega. Nei, ok. En ég meina, það er svona, það var greinilega fyrir valinu hjá flestum ykkar, að skrifa í fyrstu persónu. I was raised in Hvolsvöllur. Hvolsvöllur is a beautiful little town about 100 kilometers from the city, Reykjavík. In Hvolsvöllur lives about 1,000 people. There is a primary school and... Nei, það er 2! And kindergarten, yeah. Land og Synir is a famous band in Iceland. And they all come from. Það er they, það er ekki þriðju persónu eða svo á they. Frá Hvolsvöllur, það er allt í lagi. Við erum ekkert að skoða þetta núna. Aftur, hérna, fyrsta persónan og bara hjá okkur öllum, það sem þeir öll sameiginlegt, þeir gerir stutta fyrstu setningu.
og ég ætla að hrósa ykkur öllum fyrir það. Það er reyndar við skoða betur eftir, það er spurning hvort að einhvað af þessum setningum hafi verið ofstuttar. Síðasta setningin hérna bara lýsir síðan fyrir frægu, þannig að atriðalistin sem ég sett upp, við sjáum líka að það er öll sameiginlegt, þessar efnisgreinar, það er allir sameiginlegt að byrja sko hvað bæinn heitir, hvar hann er, hvað búa margir og svo hvað einkennir bæinn, hvað eru frægir. Þannig að oft er einmitt betra að gefa ekki of mikið af leiðbeiningum. Ef ég hefði sleppt leiðbeiningunum þá hefði fengið örugglega fjölbreyttari útgáfur. En mjög flott, allt saman. Þá skulum við halda áfram með kynningun okkar. Þetta er þannig að fyrsta sem við erum alltaf að pæla í og þetta er það sem ég var að tala um við ykkur áðan. Fyrsta setningin, hún kallast á ritunarmáli topic sentence. Og hér er ég búinn að búa til dæmi topic sentence. There are 3 reasons why Canada is one of the best countries in the world. Þetta er góð fyrsta setning. Bara það að ég les fyrstu setninguna segir mér hvað öll efnisgreinin verður. Ég veit nákvæmlega hvað það verður. Það meira sér að búið að númera það fyrir mig. Það eru 3 ástæður sem það þarf ekkert alltaf að gera. Síðan kæmi hérna í miðjunni, hvað sem við kallum supporting details, þetta er massin af textanum. Og hér getum við séð, first, Canada has an excellent healthcare system, all Canadians have access to medical services at a reasonable price. Ástæða 2, second, Canada has a high standard of education, students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university. Finally, Canada's cities are clean and efficiently managed. Canadian cities have many parks and lots of space for people to live. Þannig að bara út frá fyrstu setningunni er ég búinn að lýsa henni betur. Það er einmitt það sem fyrsta setningi þarf að gera. Hún þarf að kynna efnisgreinina, hún má ekki vera of lýsandi, hún má heldur ekki vera of döll og leiðileg. Og svo kæmi endurinn. As a result, Canada is a desirable place to live. Sjáu því, hún lokar efnisgreininni. Ég tala fyrst að séu 3 góðar ástæður fyrir því af hverju Kanada er eitt af bestu löndum í heimi og svo til upp ástæðurnar og þar af leiðandi er þetta góður staður til að búa. Skulum skoða aðeins betur hvað einkennir góðar topic sentences. The difference between good writing and bad writing can usually be traced back to paragraph structure. Ef við sjáum velskrifaðan texta og illa skrifaðan texta þá er venjulega hægt að kenna sem sagt struktúrnum hvernig við byggjum textan upp. Every paragraph should start with a topic sentence, við vorum búin að fara við það. Og hér er dæmi, önnur efnisgrein sem við ætlum að skoða. My hometown is famous because it is located by Wheaton River, which is very wide, and because it's built near an unusually steep hill called Wheaton Hill. Er þetta góð eða slæm topic sentence? Eða ykkar mati? Af hverju er hún slæm? Because. Kemur með þess að tvisvar fyrir. Já. Og löng. Ég held að það sé mitt gallinn við það, sko. Þannig að það kemur spurningin. Ég hendi inn hérna einu aukaatriði. Þetta hérna bil sem við notum vel alltaf á fyrstu efnisgrein heitir inndráttur eða indentation. Annarkvort notum við hann á öllum efnisgreinum eða bara á fyrstu. Það fer eftir hvað er gott bil á milli efnisgreinum. Þetta er einmitt það er of mikið upplýsingum í þessari topic sentence. My hometown is famous because it is located by Wheaton River. Þú veist, hún er fræg, heimabærinn minn er frægur, af því hún er rétt hjá Wheaton á, sem er mjög breið og líka af því að hann er nálægt óvenjulega brattri brekkur sem heitir Wheaton brekka. Þetta er of mikið. Ég veit ekkert alveg hvað tekur við. Er verið að fara að tala ána, eða brekkuna, eða bæði. Þannig að þetta væri betri útgáfa. My hometown is famous for several amazing natural features. Ég er auðvitað að fara að tala eitthvað náttúrunum. Svo geti ég byrjað að tala ána og ég geti byrjað að tala brekkuna. Og allt annað. Nú fleiri dæmi. There are 2 reasons why some people like to buy cars with automatic transmission and 2 reasons why others like cars with manual transmission. Góð eða slæm? Já.
Hún slæm að mínum mati. Hvað með þessa? Clouds are white. Þetta bara bull. Já. Ef við að skoða betri útgáfur. Hér getum við sagt there are 2 reasons why some people like to buy cars with automatic transmissions. Þetta hérna slæm útgáfan. Það all people, eða? White people. Já, þetta sumt fólk vill beinskipta og sumt fólk vill sjálfskipta. Það sé pointið. Þetta ekki nógu gott því að hér verið 2 topic í gangi. Við erum bæði að tala þá sem vilja sjálfskipta bíla og beinskipta bíla í sömu topic sentence. Þannig að best væri að skipta þessu upp í 2. Varandi þessi svona, eins og við segjum, too general, þetta svona fullyrðing, eitthvað hent fram, frekar leiðilegt. Ég myndi ekki nenni að lesa text áfram sem myndi byrja svona, nema að veri kannski, ég vissi að vera einhver brandar á bakvið það. Hér betri útgáfa, there are 2 reasons why some people like to buy cars with automatic transmission. Ég get síðan haldið áfram að útskýra af hverju fólk vill kaupa sjálfskipta bíla og svo kannski næstu efnisgrein. There are also 2 reasons why some people like cars with manual transmission. Brotið þetta upp í 2 efnisgreinar. Allt of algengt finnst mér þegar ég sé fólk sem ekki vant í að skrifa mikið, byrja að skrifa, að það gleymir bara efnisgreinum. Og ég sérstaklega alltaf þegar ég tala þetta við krakkar, unglingana í skólanum sko, þau byrja stundum bara setningu sem byrjar kannski hér og setningin endar hér. Kannski bara 9 línur. Og það alltaf bara end, or, komma, end, or, og maður veit ekkert lengur hvað setningin Og hér getur verið betri útgáfa af skýjasetningunni. The shapes of clouds are determined by various factors. Þetta svona ljóðrænn og flottara. Þá skulum við kíkja þess á supporting details. Við vorum komið þessa setningu. My hometown is famous for several amazing natural features. Og já, kíkjum betur á hana eftir. Without supporting details, you don't have a paragraph. Þú veist, þá vantar okkur textan. Þetta það sem að límir textan saman. Þetta náttúrulega það sem á að upplýsa lesandan hvað ég að lesa. Og við erum að passa okkur í þessu sérstaklega að reyna að forðast allavega, að nota sama orðið oftar en einu sinni. Þá ég kannski að tala svona óalgengari orð. Við náttúrulega getum ekki komist hjá því að nota kannski end og or og einhverja sagnir is og have og svona sem eru venjulega annarkvært orð í ensku. Við skulum reyna að forðast að skrifa okkar persónlegu skoðun nema það sé bara akkurat það sem við erum að gera, nema við séum að halda út einhverju dagbók. Þá náttúrulega pössum okkur að segja okkar skoðun. Og við skulum ekki reyna að komast að niðurstöðu. Við viljum helst hafa efnisgreina svolítið opna fyrir lesandan, að lesandinn geti myndað sér skoðun. Það miklu betra. Þannig að eins og þegar við vorum að skrifa hometown áðan, það væri slæmt að enda and that's why it's the best town in world, þú veist, þannig erum við búin að ákveða það. Þegar lesandi les það, þá svona fer eitthvað inn í honum að trúa því. Og þetta akkurat orðin sem við erum alltaf að hugsa ef okkur vantar innblástur í hvað við erum að skrifa. Það eru bara þessi 6 spurnarorð, who, what, how, why, where og when. Ef við erum svona tóm, þá bara alltaf gott að hugsa þessi orð. Hérna kemur supporting details inn í þessa setningu. My hometown is famous for several amazing natural features. First, it is noted for the Wheaton River, which is very wide and beautiful. Also, on the other side of town is Wheaton Hill, which is unusual because it's very steep. The third amazing feature is the big old tree. This tree stands 200 feet tall and is probably about 600 years old. Þið sjáu það alveg alla leiðina hingað. Þetta var allt saman inn í topic sentence áðan, fyrstu útgáfinni. Þetta of mikið. Það að skoða closing sentence. A closing sentence is the conclusion of a paragraph, þess að þetta bara endirinn og þarna hefur að taka saman hvað efnisgreinin Í raun og veru, ef þið prófið ef þið ætla að spotta góðan texta, ef þið myndu prófa til dæmis bara taka stóra grein í mokkanum eða einhverjum fréttamiðlunum og lesa bara fyrstu setningun í hver efnisgrein og síðustu setningun í efnisgrein. Lesa ykkur bara þannig í gegnum textan,
þá ættu að vera með innihaldið nokkuð einn klárt. Þið vitið kannski ekki smáatriðin, en þið vitið nákvæmlega hvað greinin er. Það er punkturinn með þessu. Og við getum oft hugsað closing sentence bara sem topic sentence in reverse. Það þýðir ekki að skrifa hana bara hreint aftur á bak, heldur svona við erum að loka eitthvað. Opna fyrir eitthvað og svo lokum. Skrúfa frá, skrúfa fyrir. Og svo hugsum við alltaf efnisgrein eins og hamborgara, þarna kemur þetta inn. Við erum með brauðið ofan á, sem er topic sentence. Svo erum við kjötið og grænmetið og sósuna og ostinn og allt þetta, supporting details. Og botnbrauðið sem er closing sentence. Það lítur eitthvað mjög svona út. Og ég get verið með góða topic sentence, ég get borðað bara toppbrauðið og það er rosa gott. En það er samt ekki hamborgari. Eins ef ég sleppi topic sentence og borða bara hamborgaran á neðra brauðinu, það getur smakkast mjög vel. Það er samt ekki hamborgari. Á mikið hamborgaranum við séum með allt af þessu. Það er enginn hamborgarans. Þannig að hér getum við lokað þessari setningu. These three landmarks are truly amazing and make my hometown a famous place. Svona ekki beint með niðurstaða en svona ég er að reyna að vekja áhuga. Og öll þið sem við tókum hérna dæmisetningur aðan, þið náðuð öll fram þessum áhuga, myndi ég segja, hjá mér allavega. Þá er komið ritunarverkefni nr. 2. Og nú hafið þið tíman og eða næstu viku, eina viku til að klára þetta verkefni. Ég kalla þetta class essay og við vitum náttúrulega það að þótti sig að skrifa heima hjá okkur, þá eru þið faktískt séð bara in class, því að ég er alltaf til taks. This essay should be entitled A Day in a Life. Hún á að heita A Day in a Life. Já, þetta er heitið á ritgerðinni á öllum. Þið öll að skrifa ritgerð með sama titli. Við skulum bara fara yfir það aðeins. Munið eftir point of view, fyrstu persónu, þriðju persónu og tense og tíð. Þið getur svolítið leikið ykkur með þetta eða viljið. Ég vil að þið brainstormið og byrjið ritgerðin ykkar á smá lista, smá atriðum. Write at least 3 paragraphs. Það á að vera minnstakosti 3 efnisgreinar og 150 til 250 orð. Efri mörkin eru óljós, þið megið fara yfir þetta eða viljið. Í dagur í okkar lífi. Já, við klárum það. Svo byrðum við ykkur að hugsa hamborgaran fyrir hverja einustu efnisgrein og hugsið líka hamborgaran fyrir alla ritgerðina. Það meina ég að við náttúrulega erum með byrjun, miðju, enda. Þetta er gamla uppbyggingi sem við lærðum, inngangur, meginmál, þetta dót. Ef þið getið klárað þetta tíma þá er það bara frábært, annars hafið þið tíma heima og þið getið alltaf pikkaði mig á Facebook eða e-mail og ég get komið inn í skjalið með ykkur og eitthvað er að blása ykkur hugmyndum. 24. nóvember, sami dagur og glærukynningi verður, skiladagur. Þannig að næsta vika verður svolítið stíf. Og ég segi hérna, be creative, think outside the box, verðið svolítið skapandi og hugsið aðeins út fyrir kassan. Ekki ímyndið ykkur að þið viljið ná til þann sem les texta. Og að lokum, sem er kannski mikilvægast í þessu, ég vil að þið hugsið þetta sem sögu fyrir börn. Og titillinn á að vera nógu opinn, þannig að þetta getur verið í ykkar lífi, þetta getur verið í lífi einhvers annars. Þetta gæti verið í lífi geimveru eða hunds, eða gæti verið í lífi bara osts eða blómavasa. Þetta er barnasaga. Þá getum við leyft okkur aðeins að hugsa út fyrir. Ég vona samt að koma engar sögur ost eða blómavasa því ég sagði það. Farið ennþá lengra, hugsið eitthvað upp á nýtt. En þetta er sérst verkefnið. Og núna er ég búinn að opna fyrir þetta inn á Moodle. Þetta er sérst inn... Jú, þannig gerir nýtt doc-skjal bara. Já, ég er búinn að opna fyrir hérna glærukynninguna bara og þá sjáum við þessa glæru neðst.
Þannig að nú er nóg fyrir stafni fyrir næsta tíma. Nú höfum við viku, við erum ekki að fara að hittast á föstudag eða laugardag. Það er glærukynningin sem þarf að vera tilbúin á þriðjudaginn. Ritgerðin þarf að vera tilbúin á þriðjudaginn. Og svo tökum við sjálfsögðu Reading Comprehension nr. 4. What the fuck eins og Garðurinn segir, nr. 4. Og hérna málfræðin, adjectives og adverbs. Efnisgrein, eða málsgrein. Þrjár efnisgreinar, jú. Ef við skoðum bara hérna, ég ætla að slökkva á upptökunni snöggvast. Athugum þú sé á lífi ennþá.